Er hægt að endurvekja útdauðar dýrategundir með einræktun? Við skulum aðeins skoða málið. Fyrst skulum við aðeins velta því fyrir okkur hvað einræktun eða klónun er. Það er þegar við tökum frumu eða frumur eins og í heiti lífveru og fjölgum því þannig að það verði til annar einstaklingur sem er nákvæmlega eins erfðafræðilega séð. Þetta er gert með því að taka heila frumu, eins og ef ég ætlaði að einrækta mig, þá þyrfti að taka heilan frumukjarna úr mér og ég þarf í raun að taka stofnfrumu. Það eru frumur sem hafa leyfi til þess að skipta sér í líkamanum. Aðrar frumur hafa ekkert það leyfi. Koma því fyrir í frjóvguðu eggi, taka í raun kjarnan úr frjóvgaða egginu og setja minn í staðinn og síðan þarf ég að finna staðgöngumóður sem þarf að ganga með barnið í 9 mánuði. Þannig ef ég ætlaði að einrækta mig, sem ég sagði, þá verði ekki til 2 eintök bara svona púff af mér, heldur eftir 9 mánuði fæðist barn sem að er erfðafræðilega eins og ég, en er allt annar einstaklingur. Þannig að það er miklu frekar eins og eineggja tvíburi minn, bara nokkrum áratugum yngri, frekar en annað eintak af mér. Dýr hafa verið einræktur, það var fyrst gert árið 1996 Roslin-stofnuninni í Skotlandi þegar kindin Dolly var einræktuð. Það gekk að vísu svona brösulega í byrjun, þeir þurfti að gera þetta 277 sinnum áður en þetta tókst. En það eru ýmis vandamál við klónun. Það er nokkuð algengt að dýrin verði ekki full þroskuð við fæðingu og jafnvel þroskast bara fósturinn alls ekki, þess vegna þurfti að gera þetta ansi oft þegar Dolly var klónuð. Einnig eru dæmi að dýrin eldist fljótt. Þetta gerðist með Dolly. Hún fékk lungnasjúkdóm rúmlega 6 ára gömul og dó. En kindur fá þennan lungnasjúkdóm almennt ekki fyrir þær orðnar töluvert eldri, jafnvel 2-falt eldri. Þetta er vegna þess og gerist vegna þess að endarnir á erfðaefninu þeir slitna þegar við erum að afrita og umrita DNA, þess bæði frumurnar að fjölga sér og verða að lesa erfðaefni til þess að búa til prótín. Þá trosna endarnir upp. Við getum hugsað okkur bara rennilás sem við notum rosalega oft. Endarnir verða svolítið þreyttir fyrir rest. En litningarnir eru þannig gerðir að það er gert ráð fyrir að endarnir trosni. En það gengur bara ákveðið lengi. Þetta er ein ástæðan fyrir að við eldumst. Þannig að endarnir á litningunum hjá Dolly, þeir voru ekki í fullri lengd þegar hún fæðist. Hún er ekki heldur af því að það var tekin fruma úr fullorðinni kind og hún klónuð, þannig að þetta er gamalt erfðaefni sem við verðum að nota. Þannig að þetta skapar ákveðin vandamál. Er þá hægt að endurvekja útdauðar dýrategundir? Jú, ef við erum með heilan frumukjarna úr útdauðategundinni, það getur verið mjög erfitt, sérstaklega ef langt síðan dýrategundin dó út. Ég sjá við mynda flökkudúfu sem dó út fyrir svona öld síðan eða svo. Það var fugl sem þætti sléttunar í Bandaríkjunum, gríðarlega margir. Þeir dóu nú samt út. Og síðan þurfum við að koma þessum frumukjarna fyrir í eggi úr skyldu dýri. Þau eru ekkert alltaf auð fundin. Dýrategundir hafa verið endurvaktar með einræktun. Þetta var gert til dæmis við píranskan Ibex. Þeir geit á Spáni sem dó út árið 2000. Menn geymdu húð og gátu þannig fengið heilan frumukjarna. Komið því fyrir í eggi í bara venjulegri spænskri geit sem var náskyld Ibexnum og síðan fæddist afkvæmi. En eins og ég talaði um þá eru þau ekki alltaf fyllilega þroskuð og þessi einstaklingur var með gölluð lungu, fæðist í raun með lungnasjúkdóm og dó það bil 10 mínútum seinna. Þannig að Ibexin var endurvakin en svo dó hann bara út aftur eftir 10 mínútur. Kvaggi er afbrigða sebrahesti sem var til fyrir 100 árum síðan, eða rúmlega 100 árum síðan, sem dó út 1883.
En þeir hafa verið endurvættir hálfpartinn með erfðatækni. Þannig búið að taka í raun erfðaefnið fyrir þessum lit og koma því fyrir í frumum eða í fósturvísum sebrahesta. Og þannig endurvekjum við litin en ekki kvaggan nákvæmlega en svona var. Þetta er ekki sama dýrategundin, heldur bara sama útlit. Þetta er miklu einfaldari aðgerð heldur en einræktun. Vandamáli sem við þurfum að díla við er að við þurfum að finna heilan frumukjarna. Eins og ég sagði áðan, ef við erum með dýr sem er nýdáð út er þetta ekkert mál, en ef við erum með dýr eins og loðfíl sem dó út fyrir einhverjum þúsundum ára, þá er þetta miklu flóknara. Að vísu láta menn sig pínlítið dreymum að endurvekja loðfíla vegna þess að þeir lifðu á norðurslóðum og það hafa alveg fundist hræ sem hafa verið í frosti í sífrera meira eða minna síðan dýrin dóu. Þannig að líkurnar á að finna heilan frumukjarna þær eru ágætar, en hvort það er svo að nota hann til þess að klóna upp loðfíl eigum við eftir að komast að. Við þurfum að finna staðgöngumóður að skyldri dýrategund. Hún er ekkert alltaf til. Ef við erum til dæmis með risaeðlur þá lendum við í stórkostlegum vandræðum með að finna staðgöngumóður. Líka náttúrulega að finna heilan frumukjarna því að það eru margar 65 milljónir ára síðan risaeðlun dó, þannig að finna heilan frumukjarna úr risaeðlu er nánast vonlaust. En til þess að endurvekja ekki bara einn einstakling heldur tegundina í heild þannig að hún þrífist, þá þurfum við í fyrsta lagi einstakling af báðum tegundum báðum kynjum segi ég, ekki tegundum, þannig að þeir geti fjölga sér og í raun duga ekki bara 2 eða 4, við þurfum einhverja tugi, jafnvel hundruðir einstaklinga af hvoru kyni til þess að byggja upp nægan erfðafræðilegan fjölbreytileika. Við þurfum sem einhverja tugi af ólíkum einstaklingum. Þetta er til þess að koma í veg fyrir innræktun, að einstaklingandi sem eiga afkvæmi síðan verði ekki of skyldir því það býr til endalaus vandamál og eins ef erfðafræðilegur fjölbreytileiki er ekki nægur, þá verður tegundur einsleit og nær ekki að bjarga sér, þá deyr hún bara út aftur. Það eru sem sagt mörg dæmum að dýrategundir þar sem að verða fáir einstaklingar eftir, þá er bara of lítið genamengi eftir, of lítill fjölbreytileiki, þannig að tegundin þó að sé hægt að halda inn á lífi í einhverja áratugi eða aldir, þá á hún engan séns á að bjarga sér sjálf út í náttúrunni því að hún nær ekki að takast á við neinar breytingar. Þannig að tæknilega séð þá er þetta hægt, en að gera þetta þannig að tegundin ná að bjarga sér er afskaplega ólíklegt, nema þá helst við séum með dýrategund sem við vitum að er að fara að deyja út og við geymum og söfnum nógu miklu af ólíku erfðaefni, þá er þetta fræðilega séð hægt en í raun gríðarlega flókið og erfitt.